Greiðslubyrði lána. Fjárhagsáætlun ársins 2017 gerir ráð fyrir lántöku upp á 450 milljónir króna. Við þessa lántöku verður skuldahlutfall sveitarfélagsins 79,54% og samkvæmt sveitarstjórnarlögum og reglugerðum fjárhagslega viðmið má þetta hlutfall ekki fara yfir 150% og að sjálfsögðu ekki markmið að koma því upp í 150%. Árið 2015 og 2016 hafa ekki verið tekin ný lán og skuldahlutfall í árslok 2015 samkvæmt ársreikningi komið niður í 55%. Greiðslubyrði lána miðað við þá lántöku sem ég talað reiknuð út frá stöðu langtímalána og skilmálum sem á þeim eru og samtals verður greiðslubyrði vegna langtímaskulda með fjármagnsgjöldum áætluð 94,1 milljón króna á árinu 2017. Og það gott að nefna það hér að þetta er 4% af áætluðum heildartekjum sveitarfélagsins. Meginstefna fjárhagsáætlunar dregur aðeins saman að framtíð sveitarfélagsins Hornafjarðar björt. Staða sveitarsjóðs góð, næg atvinnutækifæri bjóðast. Við búum við stöðu á framþróun og hér gott að búa. Íbúafjölgun hefur verið síðustu ár og vonum áframhaldandi vöxt á næstu árin. Þessi íbúaþróun kallar á fjárfestingar í innviðum og liður í því fjölgun leiguíbúða, bygging leikskóla, framtíðarlausnir í húsnæðismálum fyrir málefni fatlaðra og framkvæmdir við fráveitu, göngustíga, leiksvæði og viðhald eigna eins og fram kemur í áætluninni. Enda ber hún þess merki að hér unnið að mörgum og þörfum og góðum verkum samfélaginu til heilla. Ég mun svo setja þessa greinargerð opna á vefinn með fjárhagsáætluninni. Fyrstu drögum. Takk fyrir það, Björn Ingi. Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Ég vil fá að árétta að í fjárhagsáætluninni felst sú breyting á fyrri áætlunum að framkvæmdatíminn á byggingu nýs leikskóla við Kirkjubraut 47 mun taka lengri tíma. Og það vegna fjölda annarra verkefna hjá verktökum, meðal annars byggingu leiguíbúða, hreinsivirkis og framkvæmda í vöruhúsi sem kalla á að horfa raunsætt á hlutina. Allar þessar framkvæmdir munu fara í útboð strax í byrjun árs 2017. En eins og fjárhagsáætlun 2017 gefur vísbendingu stefnir í að nýr sameinaður leikskóli undir einu þaki muni verða tilbúinn á vormánuðum 2018. Takk fyrir það, Sæmundur. Orðið laust. Áskjörðu, gjörðu svo vel. Forseti og getur bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að tjá með þessum fjárhagsáætlun 2017 og skil mér leyfi forseti að fá að tengja það við 3 ára áætlunina sem að hefur oft verið tekið saman, þannig að þess vegna óska ég eftir að fá að gera það. En það rétt það sem bæjarstjóri fór yfir að það gott að búa í sveitarfélaginu Hornafirði og þetta sveitarfélag hefur verið vel rekið áraskeið og hér við búum vel fjárhagslega og það kemur okkur á óvart þegar ég sá þessa fjárhagsáætlun eins og hún lögð fram. Það stökkbreytingar sem hafa verið gerðar á þeirri langtíma áætlun sem var lögð til grundvallar á síðasta ári. En ég ætla að fá með leyfi forseta að lesa hér upp bókun framsóknarmanna þessa fjárhagsáætlun. Og hún hefst hér. Fjárhagsáætlun 2017 gefur til kynna að meirihluti bæjarstjórnar sé ekki í neinum tengslum við atvinnulífið á staðnum. Áætluð fjárhæð til framkvæmda rúmar 712 milljónir króna og því til viðbótar 1200 milljónir árin 2018 til 2020. Framkvæmdir núna árin 2016 munu verða 433 milljónir og því áætluð næsta ár sem 280 milljónir króna hærri. Til þess að fjármagna þessar framkvæmdir svo gert ráð fyrir 900 milljónir króna lántöku á næstu 4 árum sem eitt og sér áhyggjuefni. Þar fyrir utan áætluð bygging leiguíbúða gegnum íbúðafélag Hornafjarðar sem að fullu í eigu sveitarfélagsins en ekki hluti af þessari fjárhagsáætlun. Almenna reglan að opinberir aðilar haldi að sér höndum í þenslu á vinnumarkaði. Mikill skortur hefur verið á verktökum til framkvæmda í sveitarfélaginu sem meðal annars kemur fram í frestun á verkefnum á líðandi ári.
Því teljum við bæjarfulltrúar Framsóknarflokksins að frekar skuli dregið úr framkvæmdum í þessum aðstæðum og styðjum því ekki framlega fjárhagsáætlun fyrir árið 2017 og 3 ára áætlun áranna 2018 til 2020. Og hér lýkur bókuninni. En þessi bókun hér er byggð akkurat af því sem að bæjarstjóri fór yfir, að hér er mikið að gera og ég bara vill ítreka það sem ég hef áður sagt í varðandi framkvæmdir að íbúðirnar, bygging leiguíbúða er forgangsverkefni í mínum huga og okkar Framsóknarmanna og það er alltaf til þess að þessi fólksfjölgun sem að hér er að eiga sér stað, að fólk getur komið sér hér fyrir, það sé hér í húsnæði og þetta hann kom inn á skort á verktökum og þegar það er verið að dæla svona út verkefnum að þá held ég það kunni ekki góðri lukku að stýra. Og fyrir utan það, þetta sveitarfélag er vel rekið, það hefur góða burði til þess að haldast þannig að mér bara sjá þessa áætlun lántökur þó svo að það í samhengi kannski við önnur sveitarfélag á landinu að það að fara upp í tæp 80% skuldahlutfall sé þokkaleg staða, að þá er þetta mínu viti eitthvað sem að er ekki nauðsynlegt, að við eigum að leyfa atvinnulífinu að ná jafnvægi og andamínefinu og ekki fara í svona miklar framkvæmdir á næsta ári. Takk fyrir það, Ásgerður, og orðið er ennþá laust. Og það er enginn sem kveður sér ljós. Þannig að er það ekki. Ég vísa þá fjárhagsáætlun 2017 til annarrar umræðu í bæjarstjórn á næsta fundi. Og og við erum náttúrulega samþykjum það, þeir sem eru samþykk gefa með merki fyrir gefin. Það er samþykkt með 4 atkvæðum, þeir sem eru á móti, það eru 3 atkvæði Framsóknarflokksins. Þannig að hún telst þá samþykkt til næstu umræðu. Vísað fyrir gefin til næstu umræðu. Og þá er það komið að 9. máli sem er 3 ára áætlun 2018 til 2020 og það er Björn Ingi sem að fylgir því úr hlaði. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, það kom vissulega fram hér í orðum Ásgerðar áðan að við höfum oft tekið fjárhagsáætlun og 3 ára áætlun svona hálfpartinn saman, en samkvæmt lögunum ber okkur allan að hafa það sem sérlið á dagskrá. En ég ætla ekki að hafa svo sem stór orðin það, en 3 ára áætlun er í raun og lögð hérna fram einnig, hún er partur af þessu og þegar við gerum 3 ára áætlun þá er auðvitað að ber okkur að reyna að setja fram einhverja hugmyndir það hvernig við sjáum framkvæmdir næstu 3 ára í framhaldi af þessu ári líta út og í raun og veru hvaða það framkvæmdar fyrirkomulag, hvaða áhrif það framkvæmdar fyrirkomulag hefur á rekstur sveitasjóðs. Það hefur að sjálfsögðu áhrif á heildargjöld sveitasjóðs en hins vegar er rétt að halda því til haga að heildartekjur sveitasjóðs er alltaf haldið inni á sömu krónutölu, þannig að það er engin hækkun á heildartekjum sveitafélagsins á móti því að menn er að hækka heildargjöldin og í raun og veru fjárfestinguna í 3 ára áætlun. En í 3 ára áætlun er gert ráð fyrir framkvæmdum fyrir árið 2018 upp á 500 milljónir og framkvæmdum á árinu 2019 og 2020 upp á 350 milljónir hvort ár. Og það er, eins og kom hér fram, vissulega gert þá ráð fyrir lántöku árinu 2018 upp á 250 milljónir og svo 100 milljónir hvort ár 2019 og 2020. En á móti erum við að greiða niður lán upp á 120 milljónir á ári þessi ár líka. Þannig að langtíma lán við lánastofnanir fara sem sagt upp í 1,3 milljarða og rétt tæpa 1,4 milljarða þar sem það fer hæst. Og enn og aftur í raun og veru lánshlutfall eða skuldahlutfall er náttúrulega ekki alveg marktækt þar sem að tekjurnar er haldið á sömu krónutölum. En svona er bara reglurnar og svona er þetta lagt fram. Og ég legg sem sagt til að bæjarstjórn vísi þessu inn í aðra umræðu eins og fjárhagsáætlun fyrir árið 2017. Takk fyrir það, Björn. Orðið er laust.
Það er enginn sem kveður sér ljós. Þannig að ég legg þetta til samþykki fundarins að vísa þessu til annarrar umræðu á næsta bæjarstjórnarfundi og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Og það eru samþykkt með 4 atkvæðum, meirihlutans, þeir sem eru á móti gefa mér merki. Það eru 3 atkvæði Framsóknarflokksins. Þannig að þá er þessu vísað til næstu umræðu, annarrar umræðu og þá er næst komið að 10. máli á dagskrá sem er ósk breytingu á aðalskipulagi fiskskóla 11. Skipulagsnefnd fjallaði erindi á fundi sínum þann 7. september og hafnaði erindinu. Ég legg til að bæjarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar, en orðið er laust. Og það er enginn sem kveður sér ljós, þannig ég legg þetta undir atkvæði fundarins og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 og já, er hún það? Já. Samþykkt með 6 atkvæðum fyrirgefðu. Gunnhildur var ekki við stöðfund atkvæðagreiðslunni. 11. mál, breyting á deiliskipulagi HSSA. Skipulagsnefnd hefur lagt til að breyting verði gerð á deiliskipulagi HSSA við enda Jólatúns þar sem gert verður ráð fyrir 5 lóðum undir íbúðarhús. Ljóst er að nauðsynlegt er að fjölga lóðum á Höfn þar sem eftirspurn er mikil. Fallið verður frá lýsingu þar sem deiliskipulagi samræmist aðalskipulagi, einnig eru fráveita og vatnsveita fyrir hendi og því óverulega umhverfisáhrif að ræða. Legg til að bæjarstjórn samþykki að farið verði í breyting á deiliskipulagi HSSA Hornafirði. En orðið er laust og það er enginn sem kveður sér ljós. Þannig að ég legg þetta undir atkvæði fundarins og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 atkvæði. 12. mál á dagskrá, umsókn lóð af Bugðulegri 5 og þar ætla Björn Ingi og Gunnhildur Eimsland að víkja fundi vegna vanhæfis. Við erum hérna með umsókn sveitarfélagsins lóð af Bugðulegri 5. Bæjarráð hefur mælt með lóðarumsókninni og ég legg til að sveitarfélagið Hornafjörður fái lóð af Bugðulegri 5. Orðið er laust og það er enginn sem kveður sér ljós, þannig að ég legg þetta undir atkvæði fundarins og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Samþykkt með 5 atkvæðum. Þá er það 13. mál, umsókn lóð af Fákaleiru 6. Umsókn Sigurðar Guðnasonar lóð af Fákaleiru 6 lögð fram. Bæjarráð hefur mælt með umsókninni. Ég legg til að bæjarstjórn fyrirgefið, þetta er vist Fákaleira 5, það er best að hafa það nú á hreinu. Og ég gerir ráð fyrir að bæjarráð hafi samþykkt það líka, það veri Fákaleira 5. Og legg til að bæjarstjórn samþykki úthlutun, en orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér ljós, þannig ég legg þetta til samþykki fundarins og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Samþykkt með 7. Næsta mál á dagskrá er umsókn lóð að Álaleiru 17. Umsókn Atla Arnarssonar lóð að Álaleiru 17 lögð fram. Bæjarráð mælti með umsókninni og ég legg til að bæjarstjórn samþykki úthlutunina. Orðið er laust. En það er enginn sem kveður sér ljós, þannig að við leggjum þetta undir samþykki fundarins og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 15. mál á dagskrá, umsókn lóð að Hagaleiru 6. Umsókn Óla Kristjáns Benediktssonar lóð að Hagaleiru 6 lögð fram. Bæjarráð mælti með lóðarumsókninni. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki úthlutunina, en orðið er laust. Og enginn kveður sér ljós þar, þannig að ég legg til að þeir sem eru samþykki gefa mér merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 16. mál, umsókn lóð að Fákaleiru 9. Umsókn Guðlaugs J. Vilhjálmssonar lóð að Fákaleiru 9 lögð fram. Bæjarráð hefur mælt með umsókninni
legg til að bæjarstjórn samþykki úthlutun. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að ég legg til að þeir sem eru samþykki gefa mér merki og það er samþykkt með 7 atkvæðum. Og þá erum við komin að 17. lið sem er skýrsla bæjarstjóra. Björn Ingi Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, eins og gefur að skilja hefur nú megnið að tímanum farið í vinnu í kringum þessari fjárhagsáætlanagerð ásamt dyggum stuðningi starfsfólks sem ég vil þakka fyrir aðkomuna og mikla vinnu. En enga síður gerði maður nú eitthvað til viðbótar og daginn eftir síðasta bæjarstjórnarfund var sett allt á fullt í það að klára umsókn og skila inn til Íbúðalánasjóðs umsókn frá Íbúðafélagi Hornafjarðar stofnstyrk til að byggja lítið fjölbýlishús að Buðulegri 5. En þetta er 5 íbúða hús og í því er 1 4 herbergja íbúð, 3 3 herbergja íbúður og 1 stúdíó íbúð. En Íbúðalánasjóður er ennþá að vinna úr þessum málum og er ég að vona að þeir fara nú að svara okkur á allan næstu dögum. Síðan voru það fjallskil og á þessum tíma að taka þau nú stundum svolítinn tíma hjá bæjarstjóra. En það er alveg deginu ljósara að það er komin tími á það að fara vel ofan í fjallskilasamþykkt sveitarfélagsins og skýra með hvaða hætti er eðlilegast og best að reyna að halda á þessum málum til lengri tíma. En það þarf að skýra út, og það er náttúrulega út frá lögum og reglugerðum, hverjar eru skyldur sveitarfélagsins og hverjar eru skyldur jarðareiganda og fjáreiganda í sveitarfélaginu gagnvart fjallskilum. Og ég er nú þegar búinn að fela atvinnu- og ferðamálafulltrúa, enda eru fjallskilamál heyra undir atvinnumálanefnd, þannig að mér fannst eðlilegt að ég myndi fela atvinnu- og ferðamálafulltrúa að hefja vinnu í að kanna og kynna sér vel hvernig önnur sveitarfélög og setja sig í samband við Búnaðarsambandið og Búnaðarfélag Íslands það að reyna að fá ráðgjöf og leiðbeiningar það hvernig við getum staðið betur að þessu til frambúðar. Þannig við ætlum að reyna að koma á einhverjum fundum með bændum og til þess að reyna að eiga samtal þetta. Þetta er nú svo sem ekki fyrsta skipti sem að þessi hringur er tekinn, en við kannski reynum að koma einhverju í gegn með þetta. Þá langar mig að nefna hérna eitt atriði sem að bæjarstjórn fékk heimsókn frá aðila sem hefur mikinn áhuga á uppbyggingu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu og er þetta mál auðvitað í skoðun í stjórnkerfinu, en það er kannski ekki það sem ég ætla aðalega að tala heldur í raun og veru þessi mikli fjöldi af umsóknum breytingar á skipulagi sveitarfélagsins sem vekur ónefnilega vangaveltur það hvort að við þurfum að fara að skoða og var þetta lauslega rætt í bæjarráði í síðustu viku það hvort að væri nauðsynlegt að taka upp kannski ákveðna kafla í gildandi aðalskipulagi eins og til dæmis sem snúa að ferðamálum eða atvinnumálum. En ég vil samt minna á að við erum með mjög nýtt, við erum með eitt af nýjustu aðalskipulögunum sem að þau eru auðvitað nokkur komin síðan, en þetta aðalskipulag okkar tók gildi í október 2014 og er alveg gífurlega mikil vinna sem liggur á baki þessu aðalskipulagi. En tímarnir breytast mjög hratt í ferðaþjónustunni þessi misserin, þannig að það er nauðsynlegt kannski að velta þessu fyrir sér. Ársþing SAS var haldið á Hnappavöllum á Hótel Jökulsárlóni og ég ásamt Ásgeiri K. Gylfadóttur tókum á okkur röggsama fundarstjórn á þessu þingi og fengum mikið lof fyrir. En einnig hafa komið margar kveðjur frá fulltrúum af þinginu það að þetta hafi verið gott þing, stórkostlegar móttökur og aðbúnaður til fyrirmyndar. Þannig að enn og aftur held ég að við Austur-Skaftfellingar hafi sýnt það að við erum góðir heim að sækja. Ásgeiri minntist hér á heimsókn landlæknis Birgis Jakobssonar til að skrifa undir samstarfssamning milli sveitarfélagsins og landlæknisembættisins heilsueflandi samfélag. En þetta er sem sagt þróunarverkefni sem miðar að því að efla lýðheilsu og lífsgæði íbúa sveitarfélagsins með markvissum þverfaglegum heilsueflandi aðgerðum. Löng setning. Það var stjórnarfundur í Náttúrustofu Suðausturlands og ég nefni hann nú einstaklega hér vegna þess að Náttúrustofa Suðausturlands er að vaxa og dafna, en Rannveig Ólafsdóttir er komin til starfa hjá Náttúrustofunni og er með starfsstöð á Kirkjubæjarklaustri og er þetta einkar jákvæð þróun í góðu samstarfi á milli sveitarfélagsins og Skaftárhrepps rekstur á þessari stofu. Og hennar verkefni snúa einna helst að og tengjast jökulvötnum í Skaftárhrepp, rannsóknum og
gagnaöflun í kringum það. Þá langar mér að nefna hér líka vinnu sem hefur verið í gangi við það að reyna að treysta grunn fuglaathugunarstöðvar Suðausturlands. Og vegna þess var sent erindi sem ég kom aðeins til allra þingmanna, þar sem var verið að benda þeim á þá mikilvæga vinnu sem hefur verið unnin hér í marga áratugi og á svæðinu og í stórum hluta í höndum sjálfboðaliða. Og þar til dæmis hægt að segja frá því að allt frá 1940 hafa verið skráðar upplýsingar fugla í Austur Skaftafellssýslu og hefur þessi vinna verið unnin af Hálfdáni Björnssyni á Kvískerum. En hann fór að fylgjast með fuglum þannig kringum 1940. En eitt af aðalmarkmiðum fuglaathugunarstöðvarinnar er að halda áfram þessu starfi og tryggja samfellda talningu á svæðinu. Og það er bara því miður þannig að ég held að séu margir sem gera sér ekki grein fyrir verðmætunum sem liggi í því að hafa þessa samfelldu sögu af talningum á fuglum og fuglategundum nú á þeim tímum þegar við erum alltaf að tala um loftslagsbreytingar og gróðurhúsaáhrif og alltaf þessa hluti. Þetta er eina mjög góðum vísbendingum hvernig náttúran er að breytast í takt við þá hluti. Stjórnarfundur var í Vatnajökulsþjóðgarði og hann var haldinn hér á Höfn í byrjun þessa mánaðar, en þar er eitt af stóru málunum í raun og veru fyrsta lagi hvar skrifstofa þjóðgarðsins kemur til með að byggjast upp, en stjórn þjóðgarðsins ákvað að auglýsa starf fjármálastjóra og starf bókara laust til umsóknar og var það auglýst með þeim formerkjum að það yrði staðsett út á landi en ekki nákvæmlega hvar. En nú hillir undir það að bókarinn sem hefur áhuga og er metinn hæfastur í starfið, hann vilji búa á Egilsstöðum og fjármálastjórinn hugsanlega líka. En við getum ekki, ef enginn sækir um störf, krafist þess að þetta verði á einhver staðar annars staðar. Því miður. Þó ég hefði mikið lagt á mig til þess að reyna að ýta undir það að einhverjum myndi sækja þetta starf sem hefði áhuga að búa hér á Höfn. En það er hins vegar líka í gangi vinna innan stjórnar þjóðgarðsins önnur störf sem þurfa að byggjast upp innan þjóðgarðsins og það er alveg skýr vilji manna það ef þessi störf enda á Egilsstöðum þá enda einhver önnur störf á öðrum svæðum þjóðgarðsins. Þannig að það verður ekki öll skrifstofan eða öll starfsemin á þeim stað þar sem bókari og fjármálastjóri enda. Annað mál sem er mikið á borði hjá þjóðgarðinum er í raun og veru afleiðingar eða innleiðing á nýjum lögum Vatnajökulsþjóðgarð. En þar er nú í fyrsta skipti skýrt tekið fram að þeir sem hyggist stunda starfsemi inn í þjóðgarðinum skuli hafa til þess þar til gert starfsleyfi sem þeir hafa fengið frá þjóðgarðinum. Og það er töluverð vinna í það að útfæra það regluverk og skilyrði sem menn vilja setja til þess að veita þessi starfsleyfi. Og sú vinna er í fullu gangi og menn gera sér vonir að geta látið það fara að fúnkera núna með vorinu eða á næsta ári. En við sjáum nú til hvernig það gengur. En þessi starfsleyfi eiga til alla eins og segi sem hyggjast stunda starfsemi inn í þjóðgarðinum og í þessu sambandi er auðvitað verið að ræða stóra málið sem er í raun og veru þessi gífurlegi fjöldi af aðilum sem er að fara í ísallaferðir og hvernig við í raun og veru hvernig eiga menn að halda utan það eða eiga menn að halda utan það. Það er svona þessar vangaveltur líka það hvenær er öryggi, hvenær þurfum að horfa á öryggi og aðra þess átta þætti þeirra ferðamanna sem sækja í alla þessa staði ef þeir eru orðnir of margir og hvenær eru þeir orðnir of margir. Allar þessar spurningar eru uppi á lofti. Svo ætla ég ekki að endurtaka það sem Ragnheiður nefndi hér mikilvægi þess að hafa verið skrifað undir nýjan samning rekstur heilbrigðis- og öldrunarmála, en það var mikið fagnaðarefni og mikil viðurkenning í því. Þá held ég láti þessu bara lokið. Takk fyrir það, Björn. Nú þá erum við bara komnir að síðasta lið sem eru fyrirspurn til bæjarstjórnar sem eru engar að venju, þannig að þá gerum við hlé á fundi til þess að fara yfir fundagerðina.